þá skulum við skoða afl og afstöður mótora. Því að við fullt álag þá mótorinn yfirleitt skráður með í kringum 0,8 afstöðulinn. Hvað er þetta afstöðul? Það er cosine phi, ekki satt? Það er cosine phi og það er aðeins verið að fjalla raunaflið og launaflið í þessum kafla hérna afl og afstöð rafmótora. Mótorinn tekur tiltölulega jafnt launafl yfir allt álagsviðið, en raunaflið P-ið, það er hins vegar breytilegt eftir álagi, eins og þið þekkið. En Q-ið, það fer í aðalagi það að segulmagna mótorinn. Þið sjáu hérna í textanum. Launaflið Q fer til segulmögnunar hans, mótorsins. Þetta er fræðilegt og með útreikningum, þetta próf. Ertu að meina það? Já, það eru líka heilmiklir útreikningar í þessu. Það er, já, og vektoramyndir. Þið þurfið að hafa líka gráðubóga. Yes. Og hérna, þannig að þegar að mótorinn er undir miklu álagi, þá sjáum við, þá er stort P og Q-ið hins vegar, bæði við lítið álag og mikið álag, er mjög svipuð stærð. Þannig að það tekur alltaf nokkuð jafn mikið launálag, hvort sem við að segulmagna mótorinn, hvort sem að mótorinn er álagslítill eða með mikið álag. En hérna fasvikið milli raunálags og launálags, það er alveg 90 gráður. En síðan er það sem við köllum fasvik í mótor, það er alltaf milli raunálags og sýndarálags, S og P. Þannig að það er P deilt með S gefur okkur cos phi sem er raunafstöðullinn. Þið þekkið það. Ok, ég er að taka upp, þannig að við skulum ekki taka mikið af umhverfisljóðum í ykkur, þannig að ég getið undirbyggt ykkur að próflestri hérna seinna meir. Síðan þegar við erum með beinræsingu mótora, þetta er nokkrar aðferðir sem er farið gegnum hérna við ræsingu skamhlaupsmótora. Þetta er beinræsing. Ákvað gildi á að stilla yfirálsvörnina. Sjáðu þessi hérna neðsti partur hérna, áður við tengjum inn á mótorinn, er kölluð yfirálagsvörn. Á hvað að stilla? Á málstraum mótorsins, já, það er rétt. Vegna þess að þetta er beinræsing og þetta er inn í aðalstraumi mótorsins, ekki fasastraumi. En núna sjáum við bráðum, þar sem að yfirálsvörnin er staðsett inn í fasastraum mótorsins og það er hérna í stjörnu þríhyrningsræsingunni. Hér er yfirálsvörnin stödd í fasastraum mótorsins, ekki hérna fyrir framan í aðalstraumum. Á hvað á þá að stilla yfirálsvörnina? Á fasastraumin og það er sem sagt, hvernig er það útreiknað? Það er þið lesið af málstraum mótorsins og hvað gerir þið svo? Alveg rétt, deilt með rótina 3. Þá fáið fasastraum mótorsins. Og eins og við vorum með í 19G æfingunni, þá vorum við með aðalstrauminn, málstraum mótorsins 8,8 ampere, deilt með rótina 3 og þá þurftum við að stilla á 5 ampere straum yfirálsvörnina. Það er ástæðan. Og það getur vel verið við þurfum að svara því einhverju í prófinu á hvað að stilla yfirálsvörnina ef hún er staðsett í fasastraumnum, það er málstraumurinn deilt með rótina 3. Ljómandi. En í stjörnutengingunni þá er spurt stundum hversu mikinn hraða má búast við að mótorinn nái.
það svona bil 70 til 90%. En ég nú ekki mikið að spyrja þetta, en getur komið fyrir í einhverjum prófum sem ég hafi séð, gömlum. Hins vegar annað, já. Tafla fyrir mótorinn, sem að lesa úr stöðu og gildi og allt það. Hún inn á... Taflan fylgir með prófinu. Já, en getur við farið yfir hana, hún inn á vinnu núna? Hún reyndar inn í einhver efni, ég þarf að skoða það, hvar hún er. Það fylgt okkur neltinni á... Já. Sko, þegar við förum aðeins yfir þessi atriði, til dæmis, hvað má búast við mörgum sinnum meiri straum heldur en málstraum þegar við ræsum mótor í beinni ræsingu? Hvað getum við búist til við mikið meiri straum? Svarið í bókinni að straumur frá neti getur orðið 6 til 7-faldur málstraumur mótorsins. Og við getum einmitt lesið það í þessari töflu sem þau varst að tala að förum niður dálkinn, þá þetta svona 5-faldur, 6-faldur, 7-faldur málstraumur, ræsistraumurinn. Og málstraumur mótors sá straumur sem mótorinn tekur við fullt álag. Það stimplað á mótorinn. Já. Sko, atriði önnur ef við erum með mótor og við ætlum að stjörnuþrýstingsræsan, þá þurfum við að vera nokkur atriði sem þurfum að vera í lagi. Spennumerkingin verður að vera í lagi. Sem sagt, lægri spennumerking mótorsins verður að vera sama spenna og kerfisspennan. Annað skilyrði til þess að geta stjörnuþrýstingsmótor það að lestun eða álagi á mótornum sé ekki meira heldur en hvað? 50%. Ekki? Já. Ok. Og straumurinn, ræsistraumurinn, miðað við beinaræsingu, þá lækkar ræsistraumurinn í stjörnuþrýstingsræsingunni niður í 1/3 miðað við beinaræsingu, þessa D-tengingu. Ok? Og þess vegna fer ræsivægið líka niður í 1/3 við stjörnutengingu. Þannig þess vegna það ástæðan fyrir því að við getum... Já, þetta í sambandi við ID-ræsingu. Já. Það bara tengimyndin, það ID-ræsingu. Þetta, já, rofi. Já, þetta ræsirofi, ID-ræsir. Já, eins og þið voru að nota, munið hann að bíluður á stjörnunni, mótorinn fór ekki í gang. Það verið að gera við það núna. Þannig að þá megum við ekki reyna að gera ráð fyrir að sé hægt að setja mótor í gang ef hann með miklu álagi, eða sem sagt yfir 50% sem sagt í ræsingu. Þá getum við ekki notað stjörnuþrýstingsræsingu. Hvað gerum við þá? Við fáum okkur mjúkræsi. Ok? Já, þá notum við mjúkræsi. En það ekki sem sagt endilega fyrir þetta próf sem við tökum mjúkræsi fyrir. Hins vegar eru fleiri atriði. Nú erum við búin að fjalla stjörnuþrýstingsræsinguna. Nema, í hvaða röð fara þessi rofar inn? Höfuðrofinn K1, hann kemur náttúrulega inn, og hvaða rofi kemur með honum? Nei. Já. Það ekki K3 sem skiptir yfir á lærispennuna? Nei, herrispennuna. Jú, sem sagt, K1 og K2 koma inn fyrst. K2 tengir stjörnutenginguna. Sjáðu allir þrír endarnir á mótornum fyrir neðan tengjast saman. Þannig að þið sjáðu, stjarna. Þetta stjörnutenging fyrst. Aðalrofinn K1 og K2 koma sem sagt fyrst inn. Þegar hann komin á ferð, komin cirka 70 til 90% af hraðan, málhraða, að þá tímaliði sem tekur út K2 svo að þegar að snerta úr K2
er fallin út, þá fer straumur á K3 og þá tengjum við þríhyrningstenginguna og þá eru saman K1 og K3 þangað til við bara slökkum. Það með þetta á hreinu. Sem sagt, ef við förum aftur þetta, K1 og K2 fyrst, K2 út, K3 inn. Búið. Þá erum við búin með stjörnuþrýstingsæsinguna. Annað, pólskiptir skamstöðsmótorar. Þetta eru aðalega 2 hraðamótorar og þeir eru með 2 tegundum. Það er sem sagt annars vegar Dalander mótor, þar sem að vafið er alveg tengt saman. Sem sagt bæði vöfin eru þannig tengt að þau hérna eru eins og þið sjáu hérna á myndinni. Þannig við fáum annan snúningshraðan í til dæmis tengingunni hérna 1460 snúninga myndu versus tengingu hérna hægri megin og þá förum við upp í 2915 snúninga mínútu fullt álag. Þannig að þetta er Dalander tenging og það er annar flokkurinn af þessum mótorum. Hin típan er mótor með alveg aðskildum vöfum. Þannig að við erum bara með sett af vöfum sem er með til dæmis 2 pólpör og svo getur verið 1 pólpar í öðru setti af vöfum. Þau eru algjörlega aðskilin. Það er bara tengt inn á sitt hvort. Þannig að annarkvort er það mótor sem sagt svona Dalander mótor þar sem að við getum breytt tengingum inn á vöfin til þess að breyta snúningshraða eða við breytum alveg tengingar inn á mótorinn og þá hann er ekki sýndur hérna, þetta er líka Dalander mótor og þá eru bara alveg sérstök vöf fyrir sitt hvort hraðan. Þau eru bara alveg einangruð frá hvoru öðru og engin tenging þar á milli. Þannig að ef annað vafi kannski myndi skemmast og hitt verið í lagi og getum við haft hann þá bara á hinum hraðanum áfram, skiljið. En ef annað vafi hérna kannski myndi skemmast á Dalander mótorum þá getum við ekki notað hann meira. Af því að þau eru öll samtengt, öll notuð. Og þetta er bara aðeins öðruvísi tengingarmáti og við fáum mismunandi hraða og afl út úr þessu. Við förum ekkert nánar út í þetta. Dalander mótorinn er ekki mjög algengur, hann er stundum notaður til þess að hafa á til dæmis stórum svona hrærum, að vera að hræra einhverju í stórum tankum og svona eitthvað, þannig að þetta verður með 2 mismunandi hraða eða í skipum þar sem eru bókskrúfur. Ok, spurning? Eru mismunandi hraða, er eitthvað mismunandi afl? Já, nei, sko, þú ert að breyta hraðanum, þetta eru kallað pólskiptimótorar vegna þess að þú ert að breyta pólafjöldan þegar þú skiptir yfir aðra tengingu. Það tekur einn út eða þetta er inn? Nei, þú ert bara að tengin á sitt hvora tenginguna. Sko, hérna er tengt inn á 1 töfaldaf, þá færðu D-tengingu og þá færðu hérna 1460 snúning á mínútu. Það eru 2 pólpör, skilurðu. Síðan tengiru hérna inn á stjörnutengingu, þá tengist þetta saman en fasirnir koma hérna inn í staðinn. Þá færðu allt annað, þá færðu bara 1 pólpar. Hérna þetta er rétt undir hverfisegulsviðs hraðanum, samfangsasnúningshraðanum 3000. Deilt með 1 pólpari, skilur við. Þannig að þetta eru D-tengingin eru 2 pólpör, Y-tengingin er 1 pólpar. Þannig að það er bara að skipta þess að snúningshraða með því að láta mótorinn vinna á sitt hvoru pólpara settinu. Já, bara með því að tengja hann á annan hátt þá virkar hann annars vegar sem 2 pólpara, hins vegar sem 1 pólpars. En af hverju dettur það út þegar það er jafnvægt?
Já, vegna, sko, þetta bara spurningin hvernig hann undir, hvernig þetta allt sengt saman inn í honum. Þetta bara gengið þannig frá þessu að þú færð 1 pólpar í annari tengingunni og 2 pólpar í hinni tengingunni. Og þetta kallað dalandi mótor þegar þetta allt í svona samtengingu. Já. Svo semst að hinn flokkurinn alveg aðskildar rásir, þannig að þá getur við verið með allt öðruvísi hraða til dæmis. Og þú getur líka verið með 3 hraða, verið með 3 sett, það alveg hugsanlegt inn í sama mótornum. Ok, en við förum ekkert meira út í þetta, en ef við þurfum eitthvað meira heldur en bara 2 hraða, þá náttúrulega notum við bara hraðastýringu og það efni fyrir bara lokamannsþáttinn. Ok, hérna hraðastýringarnar, ég ætla að geyma þær fyrir bara lokamannsþáttinn, í að það, eða fyrir síðasta prófið, það 19M æfingin inn í því. Hins vegar sko var efni sleiturhringjamótorana í spurningunum í 19. kaflanum og ég ekkert mikið að spyrja út þetta nema kannski bara, ég veit ekki, kannski það var spurningar í bókinu það hver kostur við svona ræsingu á sleiturhringjamótor. Jú, hann hefur tiltölulega jafna straumtöku í ræsingu eins og við sjáum af þessum ferlum hérna. Sjáðu, þessi svera lína hérna, hún sýnir okkur að straumtakan tiltölulega jöfn allan ræsiferilinn. Eins snúningsvægið, það mjög svipað allan ræsiferilinn. Þá þessi 2 atriði sem þau eru búin að svara þarna í spurningunum ykkar. Snúningsvægið og straumtaka, tiltölulega jöfn allan ræsiferilinn. Og síðan hérna komum við að þessum stöðluðum málum á mótorum, þannig að það búið að ákveða stærðir og það eru mismunandi staðlar í gangi. Það til orðið sérstakur staðall frá Evrópusambandinu og þið þurfa að kanna það vel eftir hvaða staðli mótorinn frammeittur eða þið þurfa að skipta mótor og nýjum vélbúnaði sem kannski að koma frá Evrópu. Og það ekki víst að þið geti fengið sambærilega mótor beint frá Kína, skiljið. Þið þurfa að passa rosalega vel upp á þetta, tjekka á eftir hvaða staðli mótorinn frammeittur. Og það þessar stærðir svo þið þekkið hæð upp í öxul, miðjan ás og allar þessar stærðir hérna, gatastærðir milli undirstaðana á mótornum og svo framvegis. Þetta allt saman staðlað. Og síðan þetta rakavörn og þéttleiki mótorna eins og þið voruð að svara í spurningunum að fyrri tala í EP-tölunni sem sagt það rykvörnin og seinni talan þéttleiki gagnvart vatnsþéttleika. Þannig að til dæmis óvarið dekk og göng í 2-foldum botni, þá gott að vera með þetta ekki í bókinni ykkar. Það bara dreifa til ykkar þessu blaði. Ég á það til hérna. Ég var að dreifa því aðeins í síðasta tíma en það fengu það ekki allir. Já, ég bara að prenta þetta út og eftir. Já, ger það. Það þarf að prenta þetta út? Ég ætla að prenta þetta út. Já. Og hérna, þannig að IP56, þetta hann næstu því alveg ryggþéttur, en 6 sjáið þið hérna. Já, þetta öðruvísi í ykkar bók að þetta sem sagt óvarið dekk. Þetta rauninni sko skvettur frá öllum hliðum. Þetta rauninni skvettvarinn, get ég trúa þetta, eða sprautuvarinn mótor.
og það hérna rafvélar í þessum dálki hérna. Það kemur hérna fyrir hvaða búnaður þetta er. Það er töflubúnaður, það er mótorar, það er einhverstað ræsibúnaður sem sagt og slíkt sko, rafvélar, spennar og afriðlar og svo ræðins. Þetta er mismunandi búnaður hérna, lýsingabúnaður og alls konar dót, og það er verið að sýna í þessari töflu sem sagt hversu mikið þéttleiki þarf að vera á mismunandi stöðum í skipinu. Þetta er eiginlega tafla frá Norsk Veritas. Við höfum ekki mikið verið að flagga henni því að það er búið að taka hana út úr bókinu, en ég ætla að setja hana inn og bretta hana út fyrir ykkur. Þannig að þið hafið þá aðgang að henni. Síðan er hitaflokkun mótora, og þar erum við með mjög algenga einangrun í flokki F á mótorum, og það er lesið þannig út úr þessu að við höfum fyrst hérna 40 gráðu umhverfishitastig, síðan má hitamyndunin verða 100 gráður, hitaris. Þar fyrir ofan eru 15 gráðu öryggismörk sem að framleiðendur gera líka ráð fyrir. Þetta eru mjög algengir mótorar sem eru í F hitaflokki. Svo eru til þessi hæsti hérna sem við erum með hérna í bókinu allavega, það er þessi H-flokkur sem er 180 gráðu hitaflokkur, og þar eru við með alveg 120 gráðu hitaris frá 40 stiga umhverfis hitastigi, og auk þess náttúrulega öryggismörkin 15 gráður. Það er í sjálfu sér ekki mikið við þetta að bæta, en þið myndu bara þurfa sérstaklega ef að mótorinn þarf að vera í miklum hita, þá þurfum við að huga að því að velja réttan hitaflokk. Tékka á því að einangrunin í mótornum sé nógu góð, nógu hitaþolin. Síðan er ræsi- og varnarbúna mótor. Þetta er náttúrulega tvímálsvörnin sem að þið hafi verið að nota og láta slá út bæði í beinni reysingu og í stjörnuþrýstingsreysingu, og þetta er tvímálsvörnin sem að bognar. Það er tvímálum bognar hérna þegar að straumur á mótornum verður mikill og slær út, breytir stöðun á þessum snertum, og svo þarf hann tíma til þess að réttast tilbaka. Í þessu þá er regla að stilla yfirráðsvörnina á málstraumsgildi mótorsins þegar við erum að láta heildarstrauminn fara inn á, eins og var að málstrauminn deilt með rótina 3 þegar við vorum með mælinguna á fasastrauminum eins og í stjörnuþrýstingsreysingunni. Og þarna sjáum við hvernig þetta tengist inn í stýrrásina. Við rjúfum strauminn að segulspólunni þegar að F2 yfirráðsvörnin mælir ómikinn straum að mótornum, og þetta er í rauninni bara straummæling má segja. Þetta er ekki bein hitamæling á mótornum, og þá tökum við það líka fyrir í síðasta prófinu varðandi hitaliða sko. Hitaliðarnir koma í næsta prófi, þannig að ég ætla ekki að taka það núna, það kemur næst. Og eins með hérna bilanir og viðhald, það kemur fyrir í næsta prófi, ekki þessu, af því að 19L æfingin og 19M æfingin er ekki með í þessu prófi. Þannig að við sleppum þessum þætti, og hins vegar er hérna síðasti hlutinn einfasamótora. Hann er með í þessu prófi hérna. Það voru hérna í lokin á þessum kafla einfasamótora spurningar og dæmi til þess að reikna út til dæmis málstraum mótors. Og þessir einfasamótorar, þeir skiptast í skamhlaupsmótora, allstraumsmótora, skuggpólsmótora og skrefmótora.
Og einfasa skamljósmótorar, þeir eru byggðir upp svipaðir eins og þriggja skamljósmótorar, nema þeir þurfa sérstaklega ræsi þétta og sumir hafa líka gangþétta. Þannig að þeir þurfa sérstakann þétti til þess að fá gott ræsivægi. Og hérna sjáum við þessi tvö vöf sem að er í mótornum. Það er aðalvaf og hjálparvaf. Og það er best ef að fasvikið á milli strauma í aðalvafi og hjálparvafi séu það byrja 90 gráður, þá fær hann sem best ræsivægi. Þetta er í bókinni sýnt líka 100 gráður, þá er hann líka með mjög gott ræsivægi. Við sjáum það á þessari mynd hérna. Hérna er sagt 100 gráður munur milli straumsins í hjálparvafi og aðalvafi. Þá fær hann líka mjög gott ræsivægi. Nú, það er síðan önnur aðferð líka til, það er viðnámsræsing, og þá er viðnám í ræðtengingu við hjálparvafið og þá fáum við 50 gráðu horn á milli þeirra. Það getur líka gengið. En það eru þessar 3 aðferðir. Það er liðaræsingin, það er þá þessi 3. Hann fer í gang þegar við tengjum hann í byrjun, þá tekur aðalvafið talsvert mikinn straum og við það lokar segulmagnast þessi spóla hérna og lokar straumrásinni að hjálparvafinu. Þegar mótorinn kominn í gang, þá minnkar straumtakan í aðalvafinu og þá dettur þessi snerta út. Hættir að gefa sambandinn á hjálparvafið, þannig að mótorinn er kominn í gang. Þetta er ein aðferð. Það er þess að sagt. Það er liðaræsing, það er þéttisræsing og það er viðnámsræsing. Það er þessi 3 aðferðir. Gætið þið spurt í prófunu hvaða 3 aðferðir eru notaðar til að ræsa einfasa skamljósmótor. Ok, það er liðaræsing, þéttisræsing og viðnámsræsing. Það er liðaræsing, rafliðaræsing. Það er þessi rafliði hérna. Þetta er svo spóla inn í rásina. Þessi liðaræsing aðeins að fara yfir virknin aftur, að þegar að mótorinn byrjar, tekur mikið straum í byrjun. Það var þessa töflu hérna? Þetta er taflan, já. Hvað heitir hún? Inn á kerfinu? Já. Ég þarf að... Þú átt eftir að segja þess eða ekki? Jú, bara vera viss það að því sem við mútum rétt töflu. Já, ok. Þannig að þegar maður tekur mikið straumræsingunni, þá tengir hann líka hérna. Það myndast þess að segulsvið hér, dregur kjarnan, lokar snertunni, hleypir strauminn hjálparvafið, þannig að hann fær gott ræsivægi. Þegar að bæði aðalvar og hjálparvaf er í sambandi. Svo, mótorinn fer í gang og minnkar straumurinn í aðalvafinu. Þá hættir straumur að vera nægilega mikill, þannig að hann sleppir snertunni. Hjálparvafið dettur út, engin straumur. Og hann gengur bara á aðalvafinu. Gengur þar endalaust. Þetta eru svona pressu, sem sagt kæliþjöppur, til dæmis í þessu svörtu hlungar sem eru neðst í kæliskápunum. Það eru svoleiðis mótorar þarna á ferðinu og þetta er ræsingin á þeim. Já, þetta sé ekki það, dót. Alveg lokað, já. Já. Það er dót. Það er bara svona ræsi vaf. Já. Hjálparvafið er rauninni ræsi vaf. Já, til að hjálpa komum í gang. Því að það er ekki nefnir svona í stærri mótorum þar sem að þetta er látið ganga með sérstökum gangþétti. Þá skiptir hérna frá ræsiþéttinum yfir á gangþétti. Þið sjáu hérna myndina af þessum mótor hérna. Hérna eru 2 þéttar utan á hann. Það þýðir að hann hefur bæði ræsiþétti og gangþétti. En það verður farið í þetta meira í síðast áfanganum, þannig við förum ekkert dýpra í þetta. Heldur bara þess að 3 aðferðir.
hann alltaf í sambandi. Ef það gangþéttir líka, þá hjálpavafið alltaf með. Og þessi mótor, ef hann með gangþétti, að þá bara gengur mótorinn ekki ef það vantar sambandi inn á hjálpavafið. Við eigum svoleiðis mótor hérna, við höfum prófað að reyna að láta hann ganga bara á aðalvafinu, það ekki hægt. Það verður að hafa gangþéttin og hjálpavafið í sambandi til þess að virki. Ok, komið. Síðan viðnámsræsing, þess að það liðaræsing, viðnámsræsing og þéttisræsing. Okay. Svo það alströmsmótorarnir. Alströmsmótorarnir, þeir eru til í borvélum, ryksugum, hrærivélum, svona minni hrærivélum, heimilishrærivélum. Þegar í stórum iðnaðarhrærivélum, það 3 fasa mótor. Og í skipum, það 3 fasa mótor í hrærivélum fyrir kokka í skipum. Þú sagði svona stór. Það er líka mikið afl. Það stór áhöfn. En þetta notað í minni hrærivélar, ryksugur og borvélar. Og þetta raðtengt vafið við snúðvafið gegnum sem sagt vendi straumvendin hérna eins og þetta tengt upp eins og raðarmótorinn. Þetta raðtengt segulvaf við snúðrásina. Sigurður, þetta kólalaust? Nei, þetta kólur. Það kóli í þessu. Hvernig virkar kólausumótornir í borvélum í dag 9? Það jafnströmsmótor. Sko, þetta þá gert með púlsvítarmótun og þú í rauninni með 3 fasa mótora inn í borvélunum. Þú bara að búa til hverfisegulsvið inn í þessu. Eða þetta geta líka verið skrefmótorar. Það líka möguleiki. Í einhverjum tegundum þetta sé skrefmótorar eða 3 fasa mótorar. Litlir. En þeir eru kallaðir brushless DC mótorar vegna þess að þú með jafnspennu frá batteríi og þú með tiltölulega háa spennu til að gefa þér gott afl og þú að búa til sagt, með púlsvítamótun 3 fasa spennu inn á mótorinn. Það ekkert kól í því. Þú fer bara með þetta inn á sátrið. Svo getur snúðurinn verið þess vegna úr kannski síusegli. Jú, þetta getur verið PM-mótor líka, sko. Permanent magnetmótor. Þess vegna hann, alveg kyrr þegar þú stoppar. Akkurat. Ok. Svo að Svo höfum við skuggapólsmótor. Hvað hann notaður? Þau eru að nota skuggapólsmótor minnstakosti einu sinni í viku. Já, dælumótor í þvottavélum. Allir kallmennir nota þvottavél hérna inni. Og hann virkar þannig að það sérstök vöf hérna, það sverir vírar hérna í kjarnanum sem að búa til auka segulpóla. Skekkja sem sagt aðalsegulsviðið til þess að mynda bæði ræsivægi og snúningsvægi fyrir mótorinn. Og þetta bara venjulegur skamhleyptur snúður sem að snúast hérna fyrir innan þennan kjarna hérna. Spólan, þetta bara aðalvafið hérna sem tengt inn á frá netinu en skuggapólarnir eru hérna þessi vöf sem við sjáum hérna í númer 3 sjáum við hérna skuggapólsvaf. Þetta bara 2 vindingar hérna sverir eirleiðurar lakka inn á græði. Hvað segirðu? Hvað svo magna við þessu mótor? Þeir eru mjög einfaldir og þeir eru notaðir til dæmis í hérna viftur og í litla dælur. Það auðvelt að framleiða þá og þeir virka mjög vel.
þess að svipaðir svona í rafmagnsofnum á svona? Nei, þar eru einfasamótorar, það geta, það geta verið svona, það geta líka verið svona í viftum, litlum viftum, sko. Er þið í eldhúsofnum? Það hugsanlega, já, í eldhúsofnum gæti þetta verið, já. Hvað er að gera þetta eldhúsofnum á mótornum? Ok, og síðasti flokkurinn eru skrefmótorar. Stepper motors á ensku, þeir eru mikið notaðir í sem sagt djarka, sem sagt robota, vélmenni og í prentara og slík tæki. Hver eiginlega, af hverju það sér við? Af því að það hægt að fá mjög nákvæma stýringu á bæði stöðunni á þeim og hraðan. Já, fjölda pólana sem eru notaðir, það eru sísegur í snúðunum og þeir eru að elta breytingur á hverju segursviðinu sem er, nei ekki á hverju segursviðinu, sem er brá segursviðinu sem er sett hérna. Það er bara, já, og í rauninni þá sjáum við hérna sko bara hvernig straumstefnan er sett inn á þessar spólur hérna, þá getum við fengið mismunandi segursvið á hérna kjarnan. Og þannig getum við fengið snúning í þetta bara með því að breyta straumstefnunni á segulpólunum. Hvað er það, ef við ætlum að googla skrefmótor til að sjá hvað þetta við? Stepper motors. Stepper? Já. Þá förum við í, þið náttúrulega svarið þetta þessum, þá förum við kannski í þetta dæmi hérna, hvernig förum við að því að reikna út straumin hérna? Er ekki beðið það? Nei, hann tekur 2,2 ampere. Það er ekki beðið hérna. Jú, einfasa 50 watta skamhlusmótor hefur afstöðullin 0,72 og nýttina. Hver mikið straum tekur hann frá 220 volta netið við fullt álag? Sko, við verðum að byrja á því að reikna fyrst út hvað? Aflið inn, P-inn. Alveg nauðsynlegt. Síðan segjum við og sem sagt afleiðin, hvernig gerum við það? Við gerum það með nýtni formúlunni. Það er sem sagt nýtni er P út deilt með P inn, þannig við vitum nýtnina er 55%, við deilum með 0,55 upp í þessa tölu hérna 50 vött. Er það P út? Nei, já, 50 vött er P út. Þannig breytir þetta, ok? Já, þannig við fáum þetta herri tölu sem P inn, Já, 50 deilt með 0,55. Síðan þurfum við að nota raunafstöðulinn af því þetta er P-inn til þess að reikna hvað hann tekur mikið straum. Þá notum við P-inn töluna sem er eitthvað, ég veit ekki, 70-80 vött. Erum við búin að reikna þetta út? 90? Já. Deilt með spennunni og 0,72 deilt með svigi spennan 220 volt sinnum 0,72 svigi lokast saman sem. Af hverju 0,72? Afstöðun, kósinus phi, það er bara formúlan. P er saman sem U sinnum I sinnum kós phi. Hvað er það afstöð? Afstöðl, hérna stendur afstöðl. Hann er hérna, 0,72, hann er bara lent hérna. Newtonmetrarnir hérna, dálkurinn hér, newtonmetrar, það er málvægi mótorsins. Það er þessi staður hérna, málvægið. Eins og þessum 14,4 newtonmetrar á þessum mótor sem er 2,2 kW. Það er málvægið. Það myndi þið staðsetja hér, 14,4 newtonmetrar. Ræsivægið, það er dálkurinn sem er næstur hliðin á honum. Hvað stendur T? Það er TI hérna deilt með TN og I, það er inertia, bara upphafs
eða initial eða eitthvað slags, bara ræsi, það er bara ræsingin sko. Það er hérna strax við hliðin á, 14,4, það er 2,9 sinnum, ha? Hvað segir þau? Það er 2,9 sinnum 14,4, 2,9 sinnum 14,4, þá fáum við þennan stað hérna, vinstra megin. Það er M-ræsi. Margótaði þess að sama. Og dálkurinn þar til hliðar, það er hámarksvægið. Það setjum við M-max, það er 14,4 sinnum 3,6. Þessi dag var hérna, þetta er snúningsvægið sinnum 3,6 sem að segja hér TB, það er bara alveg út í loftið. Þetta er grunni, í sömu tilfellum er þetta merkt max. Og ég hef haft þetta merkt max áfram eins og það hefur verið á prófum. Þannig að við vitið að þetta er max. Ok, þá er þessi tafla komin inn á vefinn og kennsluvefinn og við getum klárað þetta sem við ætlum var með. Þannig að við erum með verkefni 19a. Þar vorum við með beinaræsingu, stjörnuþrýstingsræsingu og snúningsafstæðsskiptingu í sama verkefninu. Við vorum átöga með straumtökuna í ræsingunni og við vorum að reikna út ræsivægi bæði í beinni ræsingu og stjörnuþrýstingsræsingu. Og hér byrjum við á því að tjekka á viðnámi vafana, tengja í þríhyrning. Hvernig er þetta að tengja í þríhyrning hérna? Beint yfir U1 í 2,2, VAF 1 í U2, 2,1 í VAF 2 og endilega muna eftir hérna þessum merkingum U1, VAF 1, 2,1 og 2,2, U2 og VAF 2. Þetta eru bókstafir og númer sem eru notaðir alveg staðlega í gegnum alla mótora, svona sjáumhlausmótora, þryggjafasa. Þetta þurfum við alltaf að vera með í hérna höndunum og átt ykkur á hvernig á að þríhyrningstengja annars vegar og stjörnutengja hins vegar. Og við prófum að ræsa og sjá hvort við getum mælt það með einfaldri ampertöng, og ampertöngin hún er svo hæg virk að hún náði ekki að mæla ræsistrauminn. Svo að gátum við reikna út ræsistrauminn út frá upplýsingum frá framleiðanda, og við vorum með kannski einhverja aðra töflu þarna þegar við vorum að reikna þetta út. Það var, getum við skoðað hérna, við höfum verið með líklega 4 kW mótor og þá sjáum við hérna að straumtakan í honum er 8,2 ampere í þessu tilfelli. Við vorum með 8,8 ampere og við vorum með ES deilt með EN, það var 5,5 faldur, en hérna er þetta 7-faldur ræsistraumurinn í þessu mótor hérna. Þannig að þá getum við sagt það að við værum með 7-faldan ræsistraum. Þá er það bara til þess að skrifa niður ræsistraumin í þessu tilfelli hérna, þá var það 7 sinnum 8,2 ampere sem er málstraumur. Ef að við værum með ræsingu í stjörnuþrýstingsræsingu og í stjörnunni sem sagt, þá myndum við segja 8,2 ampere málstraumur sinnum 7 deilt með hverju? 3 deilt með 3, vegna þess að í stjörnutengingunni þá verður ræsistraumurinn 1/3 miðað við beina ræsingu, muniði. Við þurfum bara að muna hvað á sinnum og hvað á. Já.
Nei, í rauninni ekki. Þetta bara, almenna reglan svo að þetta 6 til 7-faldur ræsistraumurinn með málstraum, en síðan ef það stjörnuþrýstingsreising þá bara að deila með 3. Búið. Eða stjörnuþrýsting. Það því að það 1/3 af þá... Já, með beina ræsingu. Nákvæmlega. Þannig að segir þá 11,4 Já, eða 5,5 hérna, 11 ampere hérna. Sinnum 5,9. Já. Þeir svona þreif. Já. Það væri ræsistraumurinn við stjörnuna. Við stjörnuþrýstingsreisingu. Já, rétt. Ok. Það ekki 3-falt minna við stjörnuna. Jú. Og hérna þurfum við þá að sjá þessa reglu. Í þrítengingunni þá erum við með sömu fasaspennu og aðalspennu. Hérna mældu við sömu spennuna, 400 volt á aðalspennu og 400 volt í fasaspennu. Þess vegna hlutfallið var bara hérna 1. Og hér vorum við að tala hérna að ræsistraumurinn, við mældum hann bara eitthvað út í loftið, eitthvað miklu lægri. Reyndar vegna þess að rofinn var bilaður, þá mældum við ræsistraum sem var nokkurn veginn nálægt lagi, réttu lagi, vegna þess að mótorinn var kyrr og það vantaði reyndar 1 fasinn á mótorinn til þess að hann kæmist í gang. Og þá reiknuðum við þetta þannig út, við tókum málstraum mótorsins sem að í skýrslunni og eftir því sem við vorum með, þá vorum við með 8,8 ampera málstraum sinnum 5,5 og deilt með 3. Þá tölu settum við hér, eins og við vorum að ræða á það. Síðan reiknuðum við út ræsivægið við beinaræsingu, það MR þríhyrningur, og við þurftum að byrja á því að finna út hvað var málvægi mótorsins. Það reiknuðum við náttúrulega út frá formúlunni. Sem sagt M saman sem P út sinnum 60 deilt með 1000 pi sinnum N, en í töflunni hérna erum við heppin að sjá það hérna beint. Við vorum með 4 kW mótor og þá erum við hérna með newtonmetrana hérna, þeir eru 26,5 newtonmetrar í þessum 4 kW mótor. Og það sinnum 2,5. Það þá við beina ræsingu. Það ræsivægið við beina ræsingu. 26,5 newtonmetrar sinnum 2,5. Í mælingaverkefninu þá vorum við með 2,4 í þeirri töflu sem við notuðum þar. Munar sáralitlu. Það sem sagt þríhyrningurinn. En síðan þurftum við að finna líka út við stjörnuna og það var þá bara þessi útkoma sem við settum hér deilt með 3, þá fáum við ræsivægið við stjörnun. Alveg sama sem að gerast eins og með strauminn, skiljið. Deil með 3 þegar við talum að ræsistraum við stjörnuna, þá deilum við líka með 3 í þessu tölu hérna, M ræsi við þríhyrning, deilt með 3, þá fáum við töluna fyrir stjörnuna. Ljómandi. Þá skoðum við þetta hérna í, þið getur séð þetta í skýrslunum ykkar. Ég fæ skýrslunar, þess að lesa þær yfir, senda þetta tilbaka, segja annað þetta er lagi, eða þá ef einhver misskilningur, þá reynir ég að gefa ykkur athugasemdir tilbaka. Þú búin að senda þetta tilbaka núna með athugasemdir? Ég er ekki búin að það núna. Nei. En næstu dag þá fer ég yfir þetta. Hér eru hérna, sem sagt, hérna vorum við að prófa að mæla ræsivægið, taka átakið á honum. Og við mældum
9 kíló og reiknuðum út að við fengum svona 30 og eitthvað newtonmetra í ræsingunni, deildum með tölunni í töflunni á ég minna að mótorinn hafi verið 2,2 kilowatt. Jú, og við deildum upp í þessa tölu sem við fengum út sem ræsivægi newtonmetrum með 2,9 og enduðum í að reikna 15 newtonmetra. Það passaði við töluna þar. Og eitthvað varandi spurningar þar hérna, jú, það er það að þið farið virknum hvernig þarf spennumerking mótorsins sem vera til dæmis til þess að geta tengt mótorinn við 400 volta net til dæmis. Hvernig yrðum við að tengja þennan mótor hérna sem er merktur 230/400 volt ef við værum með 400 volta netkerfi, þriggja fasa í stjörnutengingu? Já, við erum með þriggja fasa skálfljósmótor og við yrðum að stjörnutengja þennan mótor sem er merktur 230/400 volt, yrðum að tengja hann í stjörnu vegna þess að herri spennumerkingin er stjörnu fyrir stjörnutenginguna. En síðan erum við hérna með mótor sem er merktur 400/690 volt. Getum við stjörnu þrýhyrningsræst þennan mótor við 400 volta kerfi? Já, það er rétt. Við getum það. Vegna þess að lægri spennumerkingin á honum er sama spenna og kerfispenna, þriggja fasa. Já, þá getum við það. Við getum ekki stjörnu þrýhyrningsræst þennan efri við 400 volt vegna þess að lægri spennumerkingin eru lág. En þegar við komum með svona 400/690, Já. ætti það ekki að vera með einhverja spennu til þess að ná þessu við? Nei, vegna þess ég er bara að gefa honum lægri spennu til þess að koma honum í gang, til að lækka ræsistraum. Og er þá mjúkræsi oftast á svona háum? Ja, ef við þurfum að fá minni ræsistraum, þá getum við ekki nota stjörnu þrýhyrningsræsingun lengur, þá myndum við nota mjúkræsi í staðinn. Já, ef rafveitan segir ok, ef við erum með svona stóran mótor og þeir leyfa okkur að stjörnu þrýhyrningsræsan, þá þurfum við bara að passa það að lægri spennumerkingin á honum sé sama og kerfisspennan frá rafveitunni. Nei, ekkert endilega sko, hann getur alveg gengið ef að þó að sé lægri spennumerking. Sko, hérna 380/660 volt, það er eldri spennumerking. Það myndi alveg duga sko. Hvenær getum við ekki notað stjörnu þrýhyrningsræsingu? Ok, jú, það er þegar spennumerkingin er ekki rétt. Og hvað er fleiri? Þegar álagið er of mikið, eða lestunin of mikið, já. Hann verður að vera undir 50% álagi í ræsingu. Já, með engu álagi. Já, engu álagi eða undir 50% lestun. Ok? Þetta er það. Og við notum stjörnu þrýhyrningsræsing þegar við þurfum að lækka ræsistrauminn og þegar að álagið í ræsingunni er undir 50%. Þá getum við notað það. Er álagið í ræsingunni undir 50%? Já. Ok. Þá erum við búin að fara í gegnum flesta atriðin sem við þurfum að taka tillit til á 19a, 19b. Þetta var í rauninni bara prófun á yfirráðsvörn í beinni ræsingu og hann var festur mótorinn og þá vorum við í rauninni bara að athuga
á hvaða gildi áttu við að stilla sem sagt yfirráðsvötnina? Á hvaða straum áttu við að stilla yfirráðsvötnina í þessu tilfelli? Í beinræðsingu. Málstraum mótorsins, já. 8 ampere ef þetta var 4 kW, já. Þarna stillum við að beint á málstraumi. Og hvers vegna gátum við ekki endur stilt yfirráðsvötnina með þetta saman? Alveg á sama augnablikki og hann sló út. Að kólna, já, og réttast tilbaka. Já, það tekur tíma. En við getum ekki resetað strax. Ok. Ég held að við höfum ekki mikið meira þarna í þessari æfingu sem við þurfum að hafa áhyggjur af. Í 19C þá gerðum við vektoramyndir við afvektoramyndir við 2 skilyrði þegar við erum lítið álag annars vegar og við fullt álag. Og þegar að við vorum með lítið álag þá vorum við með stórt fasvik, var það ekki? Þá átti mótorinn miklu fasviki á netinu. Hins vegar þegar fullt álag þá minnkaði fasvikið og raunafstöðullinn hann stækkaði það ekki. Hann fór úr kannski 0,1, 2 upp í 0,8 kannski. Það hækkaði raunafstöðullinn við aukið raunálag. Kúið, sem þetta launaflið, það var mjög svipað eða alla mælingarna. Og svo er spurning, sko hérna, við vorum að taka mælingarnar við 220 eða 230 volt. Það er sennilega 220 volt, allan tíman. Hefði það skipt máli, hefði við fengið jafn mikið út á mótornum, hefði við tengt hann í stjörnu við 400 volt net. Já, við hefðum fengið það nákvæmlega sama út. Þá hefðum við fengið sömu spennu yfir hvert vað. Heildarspennan hefði verið 400 volt, en spenna milli aðal pólsins og út í 0 í stjörnutengingunni hefði sama spenna og í þrýtingnum. 220 volt eða 230 volt og við fengið sama afl út á mótornum. Ok. Þannig að hérna teiknum við upp vektormynd við fullt álag, sem sagt straumvektormynd við fullt álag líka. Ok. Næsta mælingaverkefni, hérna var spurning hvaða tilgangur var með þessum snertum hérna. Það eru kallar stundum víxlsnertum. K1 hérna fyrir framan K2 og hérna snerta úr K2 fyrir framan K1. Hvaða hlutverk gegndu þessar snertur? Það er komið veg fyrir það að K1 og K2 gæti verið inn í samtímis. En hvað myndi gerast ef K1 og K2 kæmust inn samtímis? Það er skamhlaup. Þá myndi L1 tengjast beint við L3. Skamhlaup. Og öll er ekki bara að springa. Það er það sem að gerist. Til þess, þá myndi slá út í töflu. Til þess eru þessar víxlsnertur hérna til að útiloka það að K1 og K2 geti komist inn samtímis. Ok. Til hvers eru þessar snertur hérna eins og þessi snerta hérna K1 eða þessi hérna K2? Hvað kolluðu þessar snertur? Þessar hérna, K2.
Mert hérna 14 undir, það þýðir hún hérna í Straumnás 14, í Straumnás 4 hérna. Þessi hérna snerta hér, hvað hún kölluð oft? Sjálf? Nei? Já, sjálfhelda. Þetta til þess að halda inni seguróðanum. Sjálfhald eða sjálfhelda. Nei, þetta bara almennt. Þetta gegnum alla rafmagnssvæðina. Þið lærið þetta smá saman. Og mun þetta koma á því í næstu viku? Ég ekki viss það. Þannig að þetta kemur fyrir rafmagnssvæði. Þetta kemur fyrir einhvers staðar í einhverju rafmagnssvæði. Og þá lærið ekki fyrir. Gott. Ok, ég held að sé ekki, sko, en af hverju erum við með þessa 2 seguróa hérna? Við höfum eftir að fara í það. Af hverju þurfum við 2 seguróa við færibandið? Svar? Sérst að geta vunnið 2 snúðsáttir, já, alveg rétt. 1 segurófi, 1 snúðsátt. Hinn segurófinn gaf okkur hina snúðsáttuna. Af hverju fengum við hina snúðsáttuna? Já, við fengum hina fasaröðina frá hinum segulrófanum, aðalsnettunum. Ok, þá víxlur, fasaröð. Ok, þá fengum við hina snúðsáttina. Næsta skýrsla, 19G. Við erum búin að fara í þetta, zooma þetta aðeins upp. Þetta er stjörnuþrýstingsæsing. Aftur í hvað röð fara seguróðnir? Þá býtum við, fyrst kemur inn K1 og K2 og gefur okkur K-tengingu. K2 út og K3 kemur upp. Já. K2 í. Já, K1 gefur okkur Y-tengingu, stjörnutenginguna með K1-seguróði. Þeir eru inn í smá stund saman. Svo fer K2 út. Sleppir stjörnutengingunni, K3 kemur inn í staðinn. Og K3 og K1 ganga saman, þangað til við slökku. Ok, búið. Hvar er yfirráðasvæði staðsett í þessari tengu? Já, hvað kallar við þennan straum sem hún er staðsett í? Fasastraum, alveg rétt. Hvernig reiknum við fasastraumin út? Heildarstraumurinn deilt með rótina 3, alveg rétt.